engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið bless og sæl, sem fyrr heilsum við að sunnan með bros á vör, enda engin ástæða til annars. Hvar sem við komum verður á vegi okkar glatt og bjartsýnt fólk sem að nýtur lífsins og lætur fátt koma sér úr jafnvægi. Í þessum þætti drekkum við morgunkaffi með framkvæmdasömum feðgum, þeim Hermanni Hreiðarssyni og Hreiðari Hermannssyni, sem að opnuðu hótel á Hellu fyrir tæpu ári og ætla að halda ótrauðir áfram í uppbyggingunni. Við kynnumst líka Skaftfellingi, þeim hinum sama og kallaður var vorboðinn á fyrirhluta síðustu aldar og bíður nú þolinmóður eftir viðeigandi umhverfi austur á Vík. Við ætlum að forvitnast svolítið sæludaga í Hveragerði, en í 25 ár hafa eldri borgarar þessa lands átt sæla mars- og apríldaga í góðum félagsskap á Hótel Örk. Og svo það blúsinn, hoddfiski blúsinn, sem að stendur af sér hæðir og lægðir og blómstrar sem aldrei fyrr. Eða kannski betra að segja, hefur sjaldan verið blárri. En við byrjum á sælunni í Hveragerði. Sparidagarnir eru búin að vera í 25 ár og það er elsta prógram á Íslandi sem gengur. Þetta jafnvel er eldra heldur en sumargleðin. Hvað ertu búin að koma oft? 6 sinnum held ég. Og hvað var til þess að þú fórst á stað svona í byrjun? Já, ég held að vinkona mér, já, hún doblaði mig, já. Dísa doblaði mig, kom mér á stað. Og hvernig er að vera hérna? Yndislegt, opbóðslega gaman. Svo ættu þau heyri í okkur sko eftir ball. Hérna frammi. Þá er aðal fjörið. Þá er sungið og spilað á harmoníku og gítar. Já, til klukkan 12 megum við vera þar. Þetta er mjög gaman og þetta er líka svona vaxandi vegna þess að eldri borgurum fjölgar. 67 ára og eldri eru 40.000 í dag og lifa sífellt lengur, eru sífellt heilbrigðari og sem betur fer hafa menn líka margir hverjir betri tekjur heldur en áður. Þannig að þessar vikur hér á Hótel Örk, þær hafa reynst vera mjög vinsælar og uppfylla ákveðnar þarfir fyrir fólk sem vil skemmta sér, hafa það gott en ekki eyða of miklum peningum. Sú hefð hefur skapast á sæludögum að kór eldri borgara í Hveragerði, Hverafuglarnir, kemur í heimsókn og syngur nokkur lög. Og svo fljúga auðvitað brandarar bæði af sviðinu og milli manna. Þá kemur maðurinn upp alveg brjálaður. Segist hafa frétt að skipið sé á leið aftur til Eyja. Hann hafa alltaf út í Þórðarsson.
þá labba Simmi til hans og segir, heyrðu vinur, þá skuldar hann mér eina ferð tilbaka. Fólki virðist bara vera komið hérna til þess að skemmta sér, hafa það gott, slappa af og vera saman. Og við höfum alltaf kunnað það Vestmanningar að skemmta okkur bara saman. Við þurfum enga aðra til þess, sko. Ég frétti að þú ættir þér þann draum að verða formaður í eldri borgarafélagi Vestmannaeyinga. Er ekki gert svona þegar að stoppa? Það auðvitað ekki fótur fyrir því að Kristmann sé að reyna að ná formannsembættinu af Gísla Jónasinni mági sínum. En sumar sögur mega einfaldlega ekki gjalda sannleikans og stundum ekki hægt að hætta. En þetta líkur greinilega mjög á honum þetta með þennan formannstitil. Já, það hvílir á honum. Greinilega. Ég verð oft vör við það. Talar búr svefni með þessu. Heldur þú sé eitthvað að gera í þessu? Ég veit það ekki. Gísli vill ekki hætta. Og fjölskylduboðin af lög? Það er allt í rúst, sko. Það er alveg fellett á að fermi vor. Stemmingin þannig að fólk hérna sem vinir. Þetta fólk hefur þekkst kannski í áratugi og fólk kemur hérna. Það að sjálfsögðu ekki mikil ferð á fólki en það alltaf að gera eitthvað og náttúrulega þetta prógram sem að Hótel Örk byggir á mjög fjölbreytt og aldrei fjölbreyttara heldur núna í ár þegar við erum að fagna 25 ára afmæli Spæridagana. Ég spila fyrst og fremst lögin sem voru vinsæl í æsku þessa fólks og þessa aldurs sem hér Ef þetta frá ákveðnum landshlutum og það sérstaklega landslutatengt, eins og hér til dæmis mjög mikið af Vestmanneyingum, þá spila ég eitthvað af Vestmanneyjalögum. Þetta rosalega huggulegt hérna. Já, vissir það ekki? Jú. Já. Við séum flottasta herbyggja á hótelinu. Er það ekki? Jú. Áður en við kvöddum káta Eyjamenn fengum við kvöldkaffi og kleinurinn og svítunni þeirra Helgu og Birnu. Loksins svifum við svo út undir ljúfum tónum drengjakórsfélags eldri borgara í Vestmanneyjum, kvöddum Hveragerði og tókum stefnuna í austurátt þar sem okkar beið Hotfiskur Blues. Það sem lundin ljúfastur fuglar, það sem lifði Siggi bór og Binni hann sótti í sjávargjúp 60.000 tór. Meðan í þorsti leitar á hjörtum, meðan eyktar augan tól. Og að harðanum fljóti 13 stig, ég þrái heimaslóð. Ég þrái heimaslóð. Þetta eru gamli kallar hérna, þeir byrjuðu sko. Þessum gamli lögregluvarðstjórum okkar. Barnakennari þessi, kennarinn í gagnfræðaskólanum. Þessi skammtar ís í bátana. Þetta er pípulagningameistarinn. Og þetta er lögregluvarðstjórinn. Svona þetta sko. Svo hittast menn í einhverju kjallara einu sinni í viku og spila blues. Þeir eru alveg þrælu vel æfðir. Já, þetta eru hörkuspilarar. Og þetta er bara frábært að sé í rauninni til sko, tækifæri fyrir menn til að koma fram. Því það er ekkert gaman að þessu nema maður fá að spila. Bluesháttíðin og Höfn nýtur mikilla vinsælda og hefur gert frá upphafi. Hátíðin í ár var engin undantekning og tókst vel. Þrátt fyrir, kemur kannski ekki á óvart, kolvittlust veður sem þegar á heildina litið jók bara enn við blúsinn. Það hefur nú alltaf verið óbúslega blómlegt tónlistarlíf hérna og mikið af fólki sem að spila og mikið öflugur tónlistarskóli og þannig að tónlistarlífi hérna á Höfn á sér mjög djúpa rætur og langar.
ætli sé ekki 10 ár síðan þá settu á stað hérna blúshátíð sem hét Norðurljósa blús og varst í nokkur ár en hætti svo þarna upp úr hruni þegar allt fór til fjandans og blúsin líka. Hefði maður ekki átt að spila blús þá? Jú, eiginlega, en það var svona allavega, við lögðum það á hilluna þá sinn. Við vorum með hérna talsvert mikil umsvif og flytjinn listamenn frá útlöndum og eitthvað svona sem kostaði ofsalega mikið af peningum og við hættum því, sigldum þeirri skútu í land og byrjuðum svo núna fyrir 3 árum aftur. Og hvernig hvernig eru umsvifin núna? Þetta allt svona minna í sniðum. Við gerum út hérna frá pakkhúsinu. Hérna eru okkar bækistöð og hérna eru allir tónleikarnir okkar og í staðan fyrir að vera út allan bæ eins og við vorum hérna áður. Þannig að þetta allt svona minna í sniðum og svona auðveldara að halda utan á það og bara meira kósí og meira skemmtilegt. Eru mörg blúsbönd hér? Núna helgina voru 3 bönd að spila sem eru bara heimabönd og það allavega þau 3. Þau hafa einhvern tímann verið fleiri og sum eru kannski í einhverju hvíld og allavega það alltaf starfandi 2, 3, 4 bönd hérna, blúsbönd eða einhver svona rockbönd. Andrea Gylfadóttir, gjörðu þið svo vel. When I walk down the street just to play my game, you know quite well I have no shame, but still you swarm around me. Oh, you got yourself to blame. Það var vísu náttúrulega smá bömmir, sko, eða ekkert smá bömmir, það náttúrulega engin smá bömmir þegar maður missir á Andreu Gylfa og Mammút sömu helgina sem eru æðisleg bönd hvort tveggja, en við bara græðum þetta sjálf heima og tókum eitt gott kvöld, það var brjálæg stemming og fullt hús og allir sáttir, sko. Þannig að við getum þetta alveg sjálf, sko. En þið hefði tregað Andreu? Já, að sjálfsögðu. Við grétum Andreu, en hún kemur bara aftur seinna. Og það alveg á hreinu, við ætlum að fá þessa listamenn til okkar. Því það náttúrulega eitt af því sem við erum að gera og viljum gera, það að fá listamenn hingað á staðinn til þess að spila fyrir okkur og líka náttúrulega gefa okkar listamennum tækifæri að koma fram. Það svona megin pælingin með þessu brölti okkar. Vinsælt að koma hérna í pakkhúsið? Það það og það svo skemmtilegt þegar ég að hringja í bönd og listamenn og athuga hvort þeir vilji koma hérna til okkur að spila og ég nefni pakkhúsið, þá breytist einhvern veginn tónninn. Það vilja allir vera hér. Þetta þannig hús. Það verður alltaf gull í þessu húsi einhvern veginn, sko. Það liggur að þurfi ekki hljóðmann, það bara sándar vel hérna náttúrulega og það bara að setja í gang og byrja að spila, þá bara allt æðislegt. Veistu hvað það í því sem að framkallar þessa stemningu, sem að maður finnur meira sig í tómuhúsi? Ég held að sé bara sagan og andardrátturinn í þessum spýtum hérna í kringum okkur. Ég held að það sé bara sagan sem það eitthvað, ég veit það ekki, eitthvað dularfullt. Svo þetta náttúrulega bara þessi salur hérna, þetta timburgólf, timburloft, timburveggir og þetta bara náttúrulega mjög gott fyrir til þess að flytja tónlist í, það bara sándar vel og svo bara einhvern veginn, þetta lítill salur, hann verður fljótt fullur og þá einhvern veginn bara stemming. Og hvað svo framöndan hjá tregafullum Hornfirðingum? Nú skín sólin við okkur og daginn fænar að lengja og við erum svona kannski hætt í þessum trega svolítið í billi, þetta nú svona vetrarsportið okkar. Nú bara flökkum við til sumarsins og við hérna í Blues og Rockklúbbnum ætlum að fá þessar hljómsveitir sem ekki komast til okkar vegna við þess. Við ætlum að fá þau hérna austur fyrir vorið. Svo kannski gerum við eitthvað með haustinu þegar sólin fer að lækka á lofti. Það dimmir aftur og þá kemur blúsin upp úr okkur. Samkvæmt þessu skilti hér geymir þetta hús vel varðveitt leyndarmál og það náttúrulega nóg til þess að við verðum að fá að kíkja inn. Við erum á leiðinni á stefnumót við Vorboðann.
vélbátinn Skaftfelling. Skaftfellingur kom til landsins 1918 og hann var óskabarn eins og fyrstu skip Eimskipafélagsins á þessum árum. Hann var ævintýrið sem allir Skaftfellingar keyptu hlut í, jafnt ríkir sem fátækir. Honum var ætlað það erfiða verkefni að flytja vörur og fólk til byggðanna í Skaftafellssýslu og leggja með þær að landi upp að hafnlausri ströndinni við Vík, Skaftárós og Öræfi. Þetta var gert í 2 áratugi. Það 1930 sem hann hættir og seldur til Vestmannaeyja, til Helga Benediktssonar. Ástæðan fyrir að hann hættir fyrst og fremst að það bara búið að leggja vegi. Og vægi þess að stunda flutninga og fólksflutninga á sjó bara snar minnkaði leið og fólk var komið með bíla. Og hvaða hlutverk fær hann svo í Vestmannaeyjum? Það notaður sem flutningaskip og svo sem veiðiskip líka. Ég líka ágætlega við hann, alveg prýðilega, alveg ekta við. Við fengum alltaf fengum oft svolítið vont sko, en það fór alveg prýðilega með þetta alls saman. En hvað verður svo til þess að hann kemst heim aftur? Það var í raun ástfóstur einnar konu á Skaftfellingi. Hún sem sagt elst upp, hún fædd hér í Vík 1921, Sigrún Jónsdóttir kirkjulistakona, og þegar hún að alast upp þá alltaf talað Skaftfelling sem vorboðan. Og hann kom í mars-apríl hverju vori og kom með vörur, stundum með fólk eða fólk fékk fara með honum til Vestmannaeyja eða Reykjavíkur. Svo hún náttúrulega elst hún upp og verður bara fullorðin kona og Skaftfellingur hverfur á braut, en þetta samband hennar við Skaftfelling virðist hafa þróast, þannig að hún fer að tala statt og stöðugt Skaftfelling sem elskhuga sinn. Og hún vill ólm koma elskhuganum aftur heim til Víkur. Það Skaftfellingurinn minn. Og hér allt það sem ég búin að vinna í sambandi við hann, að það verði komið að honum ætlaður heiðurstaður. Og elskhugi hennar liggur nú áttræður að aldri í Vestmannaeyjum. Hann á hug Sigrúnar allan, en líka fleiri sem eru sama sinnis, að bjarga honum frá glötum. Svo 2001 þá nær hún þessu takmarki sínu áorði bátinn og kemur honum af stað til Víkur. Og sveitafélagið skaffar þá staðinn, þetta hús fyrir Skaftfelling, og hér hann í dag. Þetta var náttúrulega alveg svakalegur flutningur. Það þurfti fyrst í Eyjum að létta hann, svo þurfti að lyfta honum með byggingakrönum og yfir í bát, siglt með hann til Þorlákshafnar og þar yfir á stóran flutningapramma og lagt af stað með hann keyrandi til Víkur, því að hann náttúrulega kannski þolir ekki alveg sjóflutning, að láta draga hann eða svoleiðis. Og þetta var náttúrulega meiri háttar mál og hún þurfti að ráða sér lögfræðing til þess að mega einfaldlega flytja hann. Það var ekki hægt að fara með hann bara þjóðvega 1 vegna þess að brúin yfir Þjórsá var bara ekki nógu öflug. Þannig að það þurfti að fara með hann að ég held alveg örugglega upp skeið og svo niður land, og þannig að þetta var rosalegur flutningur. Og svo til að koma honum hingað inn að þá þurfti að saga gat á vegginn og þetta spil í gegn og nota stóra flutningakrana aftur, saga úr gólfinu, en hingað hann kominn og ég efast að hann farið hérna út. Herri, hér reynt. Já, það sagt að það séu 3 prestar sem haldi verndarhendi yfir skipinu og þannig að þeir sem ná að tengjast Skaftfelling, að það hendi þá engin ógjafa. Þannig að þeir fá í leiðinni svona í kaupæti blessun prestanna? Já, það má segja það. Veistu hvort þeir eru búin að halda þessari verndarhendi yfir skipinu alveg frá byrjun? Já, þeir eru búin að því. Margar sögur svona til marks það. Það lagði einu sinni af stað til Fleetwood með öðru skipi og síðan kemur upp vélarbilun í Skaftfelling, en það finnst ekki að vélinni, þannig að Skaftfellingur hann tefst á leiðinni. Hitt skipið sem lagði af stað á sama tíma, að það verður fyrir sprengjuárás. Draumurinn auðvitað að geta byggt hann sýningu
og sýna honum þannig virðingu. Það alls ekki ætlunin að gera hann upp, enda það bara nánast ómögulegt. Það ennþá hægt að segja að það sé draumur því að við höfum ekki fjármagn til þess í dag. En væri hægt að gera hann upp ef þú fengir ofsalega margar milljónir? Ekki allt hægt. En það ekkert endilega takmarki? Nei, alls ekki. Bara varðveita hann eins og hann Það lá beinast við að við mæltum okkur mót við feðgana Hermann og Hreiðar Hermannsson á hótelinu þeirra á Hellu. Strakta hótelinu sem var opnað fyrir rétt tæpu ári og hefur sannarlega staðið undir nafni. Því Strakta, sem latína, þýðir eiginlega velgengni og farsæl framganga og það hlýtur að skipta sköpum að fara svona vel af stað. Það gefur náttúrulega rosa auka kraft bara og sérstaklega það að þetta var náttúrulega mikið kritíserað í upphafi og það mjög skemmtileg tilfinning að bara fá kvittum fyrir því að þetta að virka eins og maður hélt en aðeins betur. Því að það var sérstæðlega að svona stórt hótel út á landi, það var hefði mesta vitleysa sko, og myndi aldrei ganga upp. En svo kemur það í ljós af því þetta svona stórt, að þá það að ganga svona vel. Vegna þess að þú getur tekið á móti hóp og það ekki blokkar, það kemur annar hóp og það kemur lausatrafík og þú getur tekið svona ekki á móti. Og ferðamennska eins og allt annað sem þú ert að selja, að það selur sig af afspurn og þú færið 100 til þess að vera jákvæða, þá það 80% af þeim sem að kaupa ferðir hingað aftur, það út á góður umsögn eða kunningi sem þau þekktu. Voru þið aldrei einins að þetta væri rétt? Hvernig þið hugsaðu þetta? Ekki eina sekúndu. Nei, í sjálfu sér alls ekki. Staðsetningin svona, ekki Reykjavík staðsetningin sem við höfum mikla trú á, það ástæðan fyrir því að fólkið kemur til landsins, það er fyrst og fremst þetta stórkostlega landslag og þessi stórkostlega náttúra sem við búum við hérna. Og hérna í kring kannski rjóminn, ef svo maður kalla, í svona þægilegri fjarlægð. Þannig að hérna, þessi náttúra, hún hvergi annars staðar í heiminum, hún hérna á Íslandi. Ef þú ætlar að sjá hana, þá verður að koma á þetta svæði. Þannig að þetta svona helst í hendur við það. Þú veist, á þess að vera að segja að Reykjavík borg og þangað fer fólk af hinum á þessum ástæðum. En það eru svo stór prósentar sem vill koma og skoða þessa náttúru. Það eru borgir út allan heim en þessi náttúra bara hér á Íslandi og hún fer ekkert hérna, hún verður hérna. Selur landið sig sjálft? Á vissan hátt, það fengið náttúrulega athygli vegna eldsumbrota en það ekki nóg, það búið að ná athyglinni svo sem á heimsvísu en svo hafa þessi fjölmörgu aðilar sem hefur kynnst brot af svo sem en einhverjum hluta, þeir að vinna sína alveg 100% því fólk sem fer hérna fer með bros á vör og búin að upplifa landið alveg og rúmlega það sem það bjóst við. Það í rauninni skiptir ekki máli hvaðan þau að koma hjá hvernig þau hafa verið. Þetta virðist vera svolítið samrúma álit allra að Ísland sé staðurinn sem rokkar og það ekki bara landið, það þjóðin líka sem hefur heillað, það alltaf fleiri og fleiri bönd sem að standa sig og þegar maður hefur spurt hvar eru fyrst Ísland, þá það öðru hvoru Of Most Men, Sigur Rós, þannig að þeim finnst eitthvað var í þjóðina líka alveg, það klárt. Hugmyndafræði feðganna alveg skýr og þeir gera það sem að flestum reynist erfitt að gera öllum til hæfis. Hægt að velja mismunandi gistimöguleika, allt frá ódýrum herbergjum upp í lúxusvítur. Í vor verður svo hótelið á Hellu stækkað og þess verður ekki langt að bíða að framkvæmdir hefjist á orrustustöðum í Skaftárhreppi þar sem mun rísa 200 herbergja hótel og svo verður haldið áfram austurum og margt sem styður þá trú að framtíðin sé björt. Við eigum veg hérna sem heitir Suðurstrandavegur, hann var byggður, hann var aldrei markaðssettur. Eina sem vantaði. Og það eru 3,5% samkvæmt talningu sem fara þann veg sem alltaf frá Keflavík austur en 94,5% fara í gegnum Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Reykjavík og svo austur. Þannig að tækifærin eru endalaus? Þau endalaus. Og svo þarf að byggja upp á Egilsstöðum og svo þarf að byggja upp á Húsavík og svo í Skagafirði og Hólmavík.
Framkvæmdagleði feðganna ótakmörkuð og framtíðarsýnin skýr. En getur þetta haldið svona áfram? Munu ferðamenn halda áfram að streyma til okkar? Já, það engin spurning að það þarf ekki endilega að fjölga mikið, en það kemur til með að fjölga út af áreitninni varðandi hvað allir eru kátir sem koma hingað. Þannig að það kemur til með að vera aukning, en í sjálfu sér þarf ekkert meiri aukningu svo lengi sem við dreifum þessu rétt og hugsum okkar náttúru auðlindir og pössum upp á að halda áfram þessum standard sem hefur verið settur í túristanum hérna. Að fara ekki að selja okkur ódýrt eða fara að vinna fyrir vikuna, heldur að hugsa stóra planið. Ef við gerum það rétt, þá þetta komið til að vera. Mallorca 4.000 ferkilometrar með 7 milljónum manns á ári. Þeir eru búin að gera þetta í áraraði, þannig að ef við getum ekki haldið á 1-2 milljónum og spila það vel, þá það klaufaskapur. Við eigum að geta haldið alveg rétt á spilunum og spöðunum hérna ókomin ár. Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.